Við þurfum öll að takast á við erfiðleika og mótlæti og áskoranir með ýmsum þætti í lífinu. Þetta er ekki spurning um að vera heppinn og óheppinn. Þessi verkefni koma til okkar á misjöfnum tíma og eru misjöfn í laginu. Og auðvitað eru til margar leiðir til að takast á við hlutina og eitthvað sem virkar vel fyrir mig, það virkar kannski ekki vel fyrir þig. Þannig að við þurfum öll einhvern veginn að reyna að prófa okkur áfram. Og það getur allavega verið gott að hafa í huga að það eru svona ákveðin grunnatriði sem að skipta alltaf máli. Þegar við erum að takast á við mikið álag og streitu og flókna hluti, þá þurfum við að hugsa vel um svefninn okkar. Til þess að hlaða batteríin, til þess að leyfa huganum og líkamanum að jafna sig og hafa orku í að takast á við daginn og morgun. Við þurfum að huga að léttri hreyfingu til þess að koma boðefnunum í gang, láta hjarta slá og hreyfa við líkamanum til þess að styrkja hann, gefa honum súrefni, en líka huga heilbrigðum lífstíl, hollum mataræði, ekki nota vímuefni. En það er líka mikilvægt að geta leitað til vina sinna og fjölskyldumeðlima til þess að fá hlustun eða speglun eða til að geta rætt hlutina. En ekki síður er mikilvægt að veiða tíma sínu með fólkinu sem við treystum og sem stendur okkur næst til þess að gera skemmtilega hluti, til þess að brjóta hversdaginn upp, sinna áhugamálum sínum og prófa nýja hluti því að það er líka leiðin að innihaldsríku lífi að halda áfram að læra. Þetta eru ekki töfralausnir og þetta leysir kannski ekki verkefnið sem við erum að takast á við, en það hjálpar okkur að hafa orku, kraft og úthald í verkefnið sem stundum er yfirþyrmandi og flókið.